Þetta finnst mér svo gjörsamlega ruglað. Kona stígur fram og segir hérna, ég voru fyrir ofbeldi, þá er þetta bara svona, er það? Er það satt? Við komum þetta ekki fyndin segur að það þýðir ekki að hann sé saklaus. Maðurinn sem braut á mér, svo sannarlega gerði það, en málum mitt samt ekki dómtekið einu sinni. Það fór ekki áfram í réttarkerfinu. Það fellt niður tvisvar. Þetta var ekki skráin í lögke og þar með eru gögnin ekki til. Þannig að við ætlum ekki að kalla eftir þeim og taka afstöðu til þeirra. Ég get alveg trúið því að fólk hugsa bara að þetta lítur að hafa gerst fyrir 20 árum síðan eða 30 árum síðan eða eitthvað þannig. En þetta er núna. Þetta er staðan bara núna, í miður. Ég heiti Guðný S. Bjarnadóttir og sko í grunninn er ég náttúrulega bara kona út í bæ. Og ég er í vitund samtökum gegn kynbundnu ofbeldi vegna þess að ég hef persónulega reynsla því að vera fyrir kynferðisofbeldi og hef svona ákveðna upplifun af kerfinu og fannst ég bara geta gert eitthvað í því til að gera það betra. Já, ok. Og hvernig er sko að vera að breyta kerfinu, reyna að hafa áhrif einhvern veginn svona samfélagslega og vera með svona, ég ætla að segja erfiða persónulega reynslu af í rauninni málaflokknum sem þú ert að beita þær í? Sko, mér finnst þessi persónulega reynsla, þetta er auðvitað bara ótrúlega mikið reiði þarna bakvið, en hún breytist í drifkraft. Að því að það sem er minn helsti drifkraftur er að fólk þurfi ekki að upplifa það sem ég þurfti að upplifa gegnum kerfið og breytingar auðvitað taka langan tíma en þetta er eitthvað svo sterkt í mér að trúa því að venjulegt fólk geti í raun og veru breytt hlutunum. Það sem að ég hef verið að hugsa og svona velta fyrir mér svona fyrir þetta spjall okkar sem er tekið upp í desember 2025 undanfarna mánuði, jafnvel ár þá held ég að það sé óhætt að segja stemningin í samfélaginu hafi verið svolítið skrítin sérstaklega maður berða saman við kannski svona 21 jafnvel 2019 2021 þar sem að bara voru einhvern veginn hver byltingin á fætur annari og svona frásagnir þolenda voru mikið í fjölmiðlum og einhvern veginn svona baráttuandinn var rosalegur. Ég upplifu stemninguna í samfélaginu aðeins öðruvísi ég veit ekki, þú veist, duttu þolendur úr tísku eða þú veist, var þetta bara tískubóla var hérna voru bara allir þessi þolendur sem að stigu fram að ljúga hvað er eiginlega málið? Sko ég held að segja þetta mjög margir þættir fyrir mig persónulega þá tók ég eftir því að þegar Ólöf Tara féll frá þá var rosalega mikið þögn og var alveg svona ærandi þessi þögn að því að hún alltaf var mjög stór rödd fyrir þolendur í samfélaginu og hún var auðvitað alveg að beita sér nánast daglega bara gegn gerendum, með þolendum, gegn ofbeldi og allt þetta og svo finnst mér bara eftir kosningarnar eftir að við fengum þessa valkyrju stjórn þá hefur einhvern veginn svona andinn breyst yfir í bara jæja, nú er bara jafnréttinu náð, við þurfum ekki að hafa áhyggjur af þessu lengur og bara við erum með konur í öllum helstu stöðum þannig að það hlýtur allt bara að vera í lagi og bara frábært og þessi sko samstæða gegn ofbeldi varð allt í einu bara eitthvað samstæða gegn sko erlendum gerendum í ofbeldi eða eitthvað svona sakamálum. Þannig að þetta var ótrúlega sérstakt að sjá hvernig breytingin varð bara frá því að vera reið út í bara það að gerendur sé íslenskir og er að beita fólk ofbeldi yfir það, já, þetta var auðvitað allt bara útlendingunum að kenna. Þannig að mér finnst það svolítið að hafa breyst í kjölfari á kosningunum. Já, talandi með breytingar, sko upplifur eitthvað hafi breyst til betri vegar þú veist, er það einhver skýring á ég var að segja þögninni í þolendum að eitthvað hafi breyst til betri vegar?
Sko, við höfum ekkert séð einhverja ótal breytingar, við höfum þetta séð einhverja breytingar og það eru þetta verið að vinna í lagabreytingum og landsáætlun fyrir landsáætlun breytingum gegn kynbundnu ofbeldi nú þegar aðgengileg, þannig að fólk getur skoða hana og þar alveg ótrúlega margt sem komir á óvart, sem verið að íhuga að breyta, sem þetta bara mjög gott fyrir þolendur og bara landið allt. Sko, þó að lagabreytinga verði, þá þarf verklagið að fylgja með og það gerir það ekki alltaf. Og viðhorfsbreytingar taka mun lengri tíma. Nú eru búin að vera nokkur ár af þolendum ítrekað að stíga fram og segja hverja brotalamnar eru í kerfinu og þú veist, ég skil alveg þessi umræði verði þreytandi en þú veist, ég velti líka bara fyrir mér þú veist, hver ástæðan fyrir því að svona lagabreytingar í þágu þolenda hafi verið að taka svona langan tíma því að, ég meina, við værum ekkit endalaust að segja þessa frásagnir ef þetta væri ekki ennþá vandamál það bara búið að vera afvegaleiða umræðina. Mér finnst orðin svolítið svona í stíl við bara ástandsárin. Baráttan sem að svolítið þú hefur verið að heja og einhverju leiti kannski öfga líka rosa svona, hvað ég segja, lagatæknileg í rauninni. Hún svona beinist að réttarkerfinu, hún beinist að vinnubröðum lögreglunar og svo framvegis. Og já, eftir því sem ég bestu þá ert þú ekki lögfræðingur. Nei. Og þú veist, hvernig þú veist, hvað ég segja, að beita sér og þú kannski heyri, já, nei, þú ert náttúrulega bara svo vitlaus, þú skilur þetta ekki. Þú veist, þú hlýtur að fá eitthvað þannig viðmót þegar þú ert að benda á hluti sem eða hvað? Jú, ég meina það fullt af fólki sem alls konar skoðunar því sem ég að segja, já. En auðvitað maður að fara í þessa hluti með því að tala við fagfólk sem að vinnur við þetta alla daga. Þú veist, ég í samskipti við lögfræðinga, ég í samskipti við ráðuneytin, ég í samskipti við fullt af fólki innan kerfisins bara þetta í alvörinu svona? Já. Bara vantar virkilega bara þetta upp á já. Og það bara raunin. Bara eins og varðandi hatursorðræðu, skilurðu, það má segja ég hata því að þú ert kona en það má ekki segja ég hata brjóstina þér, skilurðu. Nú? Já. Og ég reikna líka með að hvað maður að segja, að hluti af svona þinni innsýn í kerfið náttúrulega þín persónulega reynsla að það fara í gegnum kerfið og þú væntanlega áttar þig á því að þín reynsla, hún ekki bara einstæmi, hún hluti af bara einhverju systemi sem að ekki alveg að ganga upp. Flestir þolendur á aldrinum 18 til 23 ára, það svona stærsti hópurinn og ég kannski komið með eitthvað svona aðra sýn og ég meira bara svona ég þolandi, ég var fyrir mjög grófu kynferðisofbeldi og ég bara með áverka og bara fullt af einhverjum sönnunargögnum, ég fær samt ekki áheyrn og það fæ ég bara svona hvers vegna það? Og þetta var alveg merkilegt að því ég fór svolítið í ferðalag með til dæmis þetta að myndir sem eru teknar af þolendum á neyðarmóttökunni rati í hendur sakborninga og án þess að mál sér dómtekið og ég hugsaði bara í fyrsta lagi hvers vegna þetta rati í hendur sakborninga yfir höfuð og þeirra lögfræðinga þetta bara rosalega viðkvæm gögn og ég áttaði mig bara á þess að þegar málum þetta fell niður og ég fekk þessi gögn og ég hugsaði bara að þetta ekki gögn sem ég vil lega heldur og ég fekk þetta sendt til mín í PDF-skjali og ég, já, þetta var bara mjög sérstök upplifun og ég fór alveg gegnum það að funda með saksóknara og fleirum að því að saksóknari ákveður verklag lögreglunar, þú veist, maður þarf alltaf að rekja svolítið slóðina já. Og ég spyr bara, þetta eðlileg vinnubrögð? Og þau segir bara, já, við bara höfum alltaf gert þetta svona og einhvern veginn svona og ég alveg, ok, og svo spyr ég bara, þetta líka gert þegar eru börn? Já. Og þá segi ég já. Allir áverkar, líkamlegir áverkar nema á kynfærum þetta bara prentað út og sett í gögnin og verjandi og sakborningur eiga sakborningur á rétt á aðgengi að þessum gögnum ævilangt hjá saksóknara. Já. Og þetta bara gert aðgengilegt, þannig að þessu þetta hlaða niður á tölvu og við komandi getum bara átt þetta. Já. Og ég fór náttúrulega bara gríðarlega mikla herferð gegn lögreglunni og sagði náttúrulega bara byggu til induskreflista að biðja lögreglunum að hætta að beita þolendur kynferðislegu stafrænu ofbeldi með dreifingu mynda sem eru ekki samþykkt og
í lokin komst ég að því að í apríl á þessu ári, 2025, að þá var þessu verklagi breytt. Já. Þannig að þarna bara kemur það í ljós að með því að beita þrýsting og nýta fjölmiðla til að beita lögreglun á saksóknara þrýsting, að því ég meina, við vitum bara að þetta ekkert í lagi. Við myndum bara aldrei samþykja þetta, að við værum bara eitthvað svona, þetta eru rosalega viðkvæmar og berskjaldandi myndir sem maður vill ekki að fara inn innanrendur. Þetta í raun og veru hjálpa manni í að finna tilgang í því sem kom fyrir. Veistu hvað ég meina? Það þetta ekki alveg til einskins, að því að maður er að ná að gera þarna einhverjar jákvæða breytingar innan kerfisins sem að skipta líka bara ótrúlega miklu máli. Og það hlýtur nú að vera smá svona, hvað maður að segja, bensín á dræfið þitt eða hvað? Það hugsa ég bara, ok, það allt mögulegt. Eitthvað sem að þið finnst að breyst til verri vegar á síðastliðnum árum? Það þessi afvegaleiðing af umræðinni. Það ég alveg talað, að því mér finnst sko þessi gamaldags viðhorf gagnvart þolendum og gagnvart bara kerfinu og allt þetta, að ég veit ekki hvers margir kallmenn hafa reynda að útskýra fyrir mér í ummælakerfum hvernig lögin virka, hvernig réttakerfi virkar og hvernig það virkar þegar þolendur verða fyrir óbeldi, og ég hugsa alltaf bara með mér, þau myndi bara prófa að googla með kannski sér þegar ég hef þessa reynslu, þú veist, ég persónulega búin að ganga í gegnum þetta og búin að ganga og skugga það, ég meina ég veit að mitt mál alls ekki einstakt, þetta bara svona erki típist mál og ég bara mjög típiskur þolandi. Þannig að það bara þetta, hvernig breytum við viðhorfum gagnvart kerfinu? Kerfið verður að breytast. Það bara þannig. Og afvegaleiðing, ertu að meina svona almenna orðræðuna, ertu að tala innan kerfisins, innan þeirra sem að setja lögin? Sko kerfið uppfyllt af fordómum, það bara þannig. Og ég var alveg opinberlega gagnrýnt það líka að innan lögreglunar eru lögreglumenn sem hafa gerst sekir ofbeldi sem að vinna í ofbeldismálum, þeir rannsaka ofbeldismál og mér finnst þetta bara ekki vera í lagi, bara enga veginn. En það líka bara þetta að við erum að afvegaleiða umræðan eins og ég segi í það að allir eru rosalega reiðir þegar einhverjir erlendir gerendur brjóta á konum. Þú veist, við getum ekki sagt að það bara íslenska konur, þetta bara allir gangur á því, það bara ákveð hlutfall manna, alltaf ofbeldismenn og svo ef að íslensk kona stígur fram og segir ég voru fyrir ofbeldi, þá þetta bara svona það samt það rosa leiðilegt að koma eitthvað fyrir þig, en þú veist, það getur ekki verið Jói en vinur minn, skilur við. Hann góður gaur. Hann svo góður gaur og þetta hefur líka bara svo breyst, þú veist, að því að það bara með aukinni notkun á samfélagsmiðlum og hlaðvörpum og fleira, að þá auðvitað ákveðin orðræða sem fær að grasserast, skilur við, að því fólk alltaf að reyna að finna eitthvað sökudólg, að því að þetta ekki lengur þannig og segir bara nonni í grænahúsinu neður í göttunni, að passa því á honum, hann svolítið skrítinn og þú veist, hann svolítið eitthvað, þú veist, hann barnanýðingur eða eitthvað þannig, þú veist, nú þessi menn bara að finna hvern annan í þessu manosphere, sem ég kann ekki íslenska orðið á, og þeir eru bara svolítið að peppa hvern annan upp í að bara svona, ættu konur ekki bara svolítið að vera heima og þú veist, þið þurfum að vera svolítið kallanir aftur og svona. Og ég fann þetta líka þegar kvennaverkfallið var núna seinast í október að það voru 40.000 færri í kvennaverkfallinu og mér finnst þetta að vera svona 50-50 með yngri kynslóðuna, hvort að þeir séu svona miðflokkstýpur eða hvort það séu framsækin. Sko að því að það var mikið talað um slaufun á mönnum og mannorðsmorð og dæmdir án eitthvað dómstólgötunar. Já, dómstólgötunar einmitt. Sko ég veit að þú getur svo sem ekki talað fyrir hönd allra þolenda, en svona almennt veldi ég fyrir mér sko hvort að þér finnist eitthvað ef þá ekki að segja af slaufun ýmsa slaufaðra manna og svona endurkomu þeirra í bara opinbert rými í fjölmiðla. Hvernig upplifir þú það? Getur þú nefnt mér mann sem hefur ekki fengið að koma tilbaka? Við verðum líka bara að skoða hvað þýðir að koma tilbaka. Þýðir það að þú fáir að gera nákvæmlega það sem þú gerðir áður, að segja engar afleiðingar því sem þú hefur gert,
Svo þetta líka spurningum, viðkomandi að taka ábyrgð? Mér finnst það svona sjaldnast gerast og ef það gerist þá alltaf að tekja ábyrgð á svona vægasta partinum af því að það ekki hægt að kæra viðkomandi fyrir það kannski eða svona ólíklegt að fá eitthvað farveg í réttarkerfinu og ég vil bara meina það og ég hef alveg sagt þetta áður opinberlega og ég stend við það að slauðun eins og skilningur í samfélaginu varðandi gerendur ekki til. Hún bara ekki til. Vegna þess að ég get ekki fundið neitt mann sem að hefur eitthvað sérstaklega, ég veit þetta örugglega erfitt fyrir þá að vera átaðir. Þú veist, ég meina að því þá er verið að kalla þetta ábyrgða fyrir eitthvað ömurlegt sem þú hefur gert og jafnvel bara mjög skaðlegt eða hættulegt eða þú veist og þú ert þarna með eitthvað þolendur jafnvel í fleirtölu. Þetta auðvitað bara hræðilegt. En bara, ég verð bara að segja að fyrir mína parta þá tengi ég slauðun miklu meira við þolendur af því þeim ekki trúað, automatíst skilur, af því að við erum ennþá að berjast við það að reyna að mata fólk að því að þó að mál sé ekki dómtekið og það ekki, við komum þetta ekki fyndin segur, að það þýðir ekki að hann sé saklaus. Maðurinn sem brauta mér, svo sannarlega gerði það, en málum mitt samt ekki dómtekið einu sinni. Það fór ekki áfram í réttarkerfinu. Það var fellt niður þrisvar. Það var fellt niður? Já. Ok, ég vissi það ekki. Já. Einmitt. Það tók 2 ár fyrir ákæruvaldi að komast þeirri niðurstæði, þetta ætla að fella það niður. Og svo kom í ljós að þeir tók ekki öll gögn til greina og það var svona ýmislegt inn í þessu og ég náttúrulega kæri niðurfellinguna. Já. Og segja bara þeir eru með rosalega sterk gögn sem þeir ekki taka tillit til í þessa niðurfellingu og ég var náttúrulega mjög ósammála þessa niðurstöðu, væntanlega. Já. Og þau segju bara, þetta var ekki skráin í lögke og þar með gögnin ekki til. Þannig að við ætlum ekki að kalla eftir þeim og taka afstöðu til þeirra, sem náttúrulega bara galið. Og það væntanlega lögreglan sem á skráin í lögke, það ekki? Jú. Þannig að lögreglan skráir ekki inn einhver gögn sem að skipta með í máli? Já. Og þetta enn eitt óréttlæti. Þarna við nefnilega, þegar fólk talar að búa í réttaríki, þá tekur það ekki innlenda mannlega þátt sem getur skipt bara mjög miklu sköpum þarna. Eins og til dæmis það var ekki gerð vettvangsrannsókn heima hjá mér eftir brotið og það var tekið fram að það hefði neikvæð áhrif á rannsóknina og það var sagt í niðurfellingabrifinu að hún flutti eftir 1,5 ári seinna. Og ég alveg, já, þau höfðu 1,5 ár til þess að koma heim til minn og gera vettvangsrannsókn því hún skipti máli í þessu máli, en þau gerðu það ekki. Og þarna og ég náttúrulega bara tilkynni þetta til umboðsmanns Alþingis og umboðsmaður Alþingis segir bara, já, herðu, við ætlum að skrifa bréf til lögreglustjórans og segja bara að þú klúraðir þessa rannsókn, en ég á ekki rétt á endur upptöku máls. Ég fæ ekki réttlæti. Ok. Þannig að, og þetta auðvitað það sem fólk sem hefur ekki gengið í gegnum réttarkerfið skilur ekki að svona hlutir geti gerst. Nei. Einmitt. Þetta reiðin og drifkrafturinn sem að kemur. Nei, shit, þetta einmitt. Líka því að þetta er ekki eitthvað svona þeorist, þetta er ekki eitthvað kenningar og hugmyndir, þetta er bara fakt, þetta er bara reynsla, þetta er bara beinreynsla. Svo margra. Margra einmitt, en þú veist það sem þú ert að lýsa, þú veist það er bara þín reynsla, bara nákvæmlega hvernig staðið að þessu og já, ég veit ekki hvað fólk heyrir en ég heyri bara þetta getur ekki virkað svona. Maður myndi halda það að í nútímanum, þú veist, ég get alveg trúið því að fólk hugsa bara að þetta lítur að gerst fyrir 20 árum síðan eða 30 árum síðan eða eitthvað þannig, en þetta er núna. Þetta er staðan bara núna, því miður. Og það er enginn að taka ábyrgð á því. Að því að þú ert svona að tala um réttarkerfið og dómsmál og eitthvað svona, þú veist, þetta sem var dæmt núna í Landsrétti, frægur fótboltamaður sem var sem sagt ákærður og þetta var dómtekið og fór alla leiðin í Landsrétt og eitthvað og það eru 3 dómarar, ég skildi ekki neitt en það eru 3 dómarar og þeir eru allir einhvern veginn ekki alveg sammála, 1 vill dæman sekan, 2 ekki en samt svona semi eitthvað bara hvernig blasir til dæmis þetta opinbera mál við þér? Það sem að sló mig þarna var þessi þolenda skömmun til dæmis. Þarna er tekið fram að þolandi myndi ekki hvort hún var hlýraból eða stuttarmaból
og þetta stöða mig ekkert eðlilega mikið vegna þess að það hefur ekkert með nauðgunina sjálfa að gera og það verður þetta svo margt að þarna vegna þess að þarna fær þessi frægi fótboltamaður að fá vini sína til að bera vitni hérna gegn þessari konu og svo er líka annað sem er líka mjög sláandi í dómsorðum í héraði. Þá kemur fram að dómari trúi því að brotaþoli hafi orðið fyrir kynferðisofbeldi af hendi ákærða. Ok. Já. En ákveður samt að sýkna. Ha? Þetta finnst mér svo gjörsamlega ruglað og að láta þolandan ganga í gegnum það að málum sé áfrýja til landsréttar og þetta dregur þetta alltaf langin, þetta er bara mjög íþyngjandi. Það bara meikar ekki sens og ég get eiginlega ekki skrifað þetta á neitt annað en það að hann sé frægur fótboltamaður, það meiki yfirleika fyrirlin hans vegna þess í raun og veru maður les dóminn í héraði þá kemur fram að hann gengst alveg við því sem að gerðist. Okay. En hann sagði bara, en hún sér bara eftir því þannig að því vorum bæði að halda framhjá og eitthvað svona bla 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 þannig að hann fari fabulera hennar reynslu og segja hún er bara sár út af því að þetta var framhjáhald en í sjálfu sér var þetta bara kynferðisofbeldi. Þetta virðist vera bara svona ákveðin hrútskýring. Já, 100% og þetta er mjög oft það sem gerist í dómsal. Það er þetta og þessi bara gallharða neitun fyrir því að hafa, þú veist, að því að vegna þess að í þessum málum þá þarf þetta að sanna ásetningin. Hann þarf að hafa ásetning að brjóta á þér en ég meina það getur enginn vita það, ég meina dómari getur ekki farið inn í höfuð geranda á akkurat þeim tíma sem hann er að brjóta ykkur Þannig að þetta er mjög furðulegt hvernig að þetta er eina mörgum ástæðan fyrir því að ég vil fá hugtækið nauðgun af gáleysi. Þegar kemur að kynferðisofbeldi að þá erum við með samþykkis ákvæði í lögunum okkar sem voru sett inn 2018 þar sem kemur rosalega skýrt fram að sko allt sem að er gert án samþykkis er nauðgun. En sko ef að við erum ekki að spurja gerendur í skýrslutökum hvernig fékkstu samþykki og þeir eru aldrei spurður út í þetta þá þarf að reiða sig á þennan ásetning og þeir eru ekki spurðir. Þeir eru ekki spurðir? Það bara gerist mjög ofta þeir eru bara ekki spurðir. Hvernig fékkstu samþykki að þá þurfur að útskýra það. Ætti það ekki að vera lykilatriði halda það. Að fá þá hreint hvernig samþykki var veitt af því að, það er grundvöllurinn að því að skilgreina nauðgun. Það er bara það, þetta er gert án samþykkis. Svona næstu í það lokum, hvaða, og þetta er náttúrulega, ég áttum að þetta er stór og flókin spurning, sko hvaða 3 stoðir eða svona 3 þættir í okkar samfélagi telur þú að þurfa að breytast til þess, þetta er tvíþætt, A, komi í veg fyrir kynferðisofbeldi og B, að þolendur upplifi réttlæti eftir brot. Já, einmitt. Sko, grunnurinn að öllu er fræðsla. Við þurfum að tryggja kynjafræðikennslu og jafnréttismál inn í skólana. Við þurfum að hafa sterkt verklag líka þegar hlutir að koma upp. Að við sjáum alltaf ítrekkað að það veit enginn hvað á að gera. Og miðað við hvað ofbeldi og kynferðisofbeldi er algengt á meðal ungmenna, að það er bara mjög mikilvægt að við sem að festa þetta í sessi. Og það er auðvitað bara mjög hættulegt að það sé að koma orðræða úr ræðustóli Alþingis sem að segir bara við þurfum þetta ekki og að segja eitthvað rangt að fræða börn af því þetta er bara sterkasta vopni sem þú hefur gegn því að vera beitt kynferðisofbeldi af því að ef það kemur fyrir þig þú getur ekki orðað það af því þú skilur ekki hvað þetta er, skilur mig. Þannig að hvers vegna ákveðin hópar af fólki vill ekki fræðabönn get ég aldrei skilið að því að við erum að sjá þetta gerast bara frá leikskólastigum og upp í miður. Þannig að ég meina fræðislan er grunnurinn að reyna að breyta og ég held líka bara að við þurfum auðvitað bara jákvæðara tal drengi og stúlkur, þú veist, við getum ekki endalaust verið að segja bara stelpur þurfa bara að passa sig og boys will be boys, skilur við. Þetta er bara löngu úrelt og við þurfum bara einhvern veginn líka að kenna fólki að taka ábyrðina. En ef að fullari fólki í samfélaginu okkar er ekki að taka ábyrð og þau eru fyrirmyndirnar fyrir þetta unga fólk
eins og Albert, ég meina hann gefur hann út einhverjar svakalegar yfirlýsingar það að bara, ég stend með þeim sem hafa raunverulega orðið fyrir ofbeldi. Hvað meinar þið? En hinn spurningin, hvað er menn aftur? Já, byrjum við, hvað þarf að svona eitthvað sem þarf að breytast til þess að koma veg fyrir ofbeldið og líka til þess að þolendur í rauninni bara fái réttlætinu fram gengt. Já, einmitt. Sko, við þurfum miklu mannúðlegra kerfi, þú veist, og það sem svo áhugavert núna að mjög mikil umræð það að við sem að fara í það áttina að fræða kerfið okkur áfalla með að nálgun. Pældi því að áfalla, áfalla meðferðir til dæmis þolenda hafa verið núllaðar út. Það ekki tekið til greina í réttarsal. Það svolítið eftir dúk og disk hvað dómara finnst það og að því að dómarar eru ráðnir fyrir lífstíð og þá eru meðalinn nokkra risaðilir þarna sem að þeir eru svolítið svona kannski ekki alveg með á nótunum en þetta svo ótrúlega mikilvægt. Það enginn að fara í áfalla meðferð fyrir eitthvað sem ekki til og þú fer ekki gegnum mörg ár í dómskerfinu fyrir eitthvað sem gerist ekki, skilur við. Fyrir athyglisýki og peningana. Og samviskubit. Ég náttúrulega bara moldrík fyrir ég á 0 launum við þetta. Oh my God. En það þetta og þolendur verða að upplifa líka bara það að það sé eitthvað sem grípur þau og hvernig sem réttlæti lítur út fyrir þeim. Það þetta bara ótrúlega misjafnt. Sumir vilja bara viðurkeninguna. Aðrir vilja bara, þú mátt bara fara í fangelsi, skilurðu, og ég skil það. Og aðrir eru kannski meira í því að bara svona, ég vil bara ekki þetta en ég vil kannski bara viðurkenningu og ég vil bara halda áfram líf mitt. Þú veist, en við þurfum svo mikið að bæta verklagið á öllum stigum, bara frá neðamóttöku upp í dómsal því að það eru svo margar brotalamir ég er í vinnu við þetta fyrir lífstíð í sjálfboðavinnu að laga þetta en þetta því miður bara ótrúlega vond stað sem við erum í. Ef að þú getur valið eitt stað segjum bara þú getur valið máttur á forsætisráðherra, dómsmálaráðherra, ríkislögreglustjóri saksóknari skilur, mátt velja stað. Hvaða stað myndir þú velja þér? Af hverju og hvað myndir þú gera? Ég myndi velja saksóknarann. Okay. Saksóknari sá sem að setja verklag lögreglunar. Þannig það hægt að gera alveg gríðarlega mikla breytingar. Og saksóknari ákveði líka hvort að verði gefin ákæra út í máli eða ekki. Okay. Og það hefur alveg komið fyrir í fjölmiðlum að starfsmaður saksóknara hefur sagt opinberlega að það ekki hægt að reka öll mál fyrir dómi. Þess vegna verður við bara svolítið, það ekki verið að velja hafna út frá því hvort að málið sé líklegt endilega til sakfellingar, það bara höfuð efnið að reka fyrir dómi. Já. Og það rosalega neikvætt og þetta var mikið högg fyrir þolendur að heyra þetta því að við vitum bara að það bara svona er verið bara en það verið að reka alls konar mál fyrir dómi sem að meika engan sens og áfrýja alls konar til hæstaréttar sem ætti í raun að vera að hafna. Einmitt. Við erum heldur bara öll sammála það að vill enginn ofbeldi í þessu samfélagi og við verðum einhvern veginn að uppræta og við verðum að, þú veist, og það kom þarna ákveðin samstaða. En þetta er alveg, maður tók alveg eftir því en mér finnst bara núna einhvern veginn það búið að færast yfir í samt svona, mér finnst nú bara feminismi snúist það að vera í vörn verja réttindi kvenna, verja það sem við höfum áorkað en það þarf að fara í sókn að því að mér finnst bara einhvern veginn landslægi vera svolítið þannig að þótt að við kannski samnast í bara við kannski vera að rífast eins mikið við erum að rífast að þá ákveðin upprisa í gangi sem við þurfum virkilega að mæta. Að lokum, ef þú horfir 5 ára fram í tíman, ekki aftur í tíman hvort sér þú út frá bara svona því sem þú ert að gera, því sem þú ert að berjast fyrir og þitt svona viðfangsefni hvort er bjart framundan eða eru blikur á lofti? Ég held að maður verði alltaf að halda í vonina því að án hennar það þetta töpu barta og ég vil bara ekki trúa að við sem að fara að tapa nokkurn hátt vegna þess að ef ég veit eitthvað konur og baráttufólk og fólk sem best fyrir öllum sem málefnum það það að við gefumst ekki upp
Það eru þetta teikn á lofti það að við þurfum að fara að bregðast við og ég trúi því allavega að 2026 það hafi einhverja gríðarlega orku í för með sér og ég vil meina það að það verði eitthvað stórkostlegt ár af því að við megum bara ekki verða undir í sjálfu sér af því að við erum að sjá bara hringinn þrengjast í kringum okkur í Evrópu og það er bara ákveðin upprisa af hægri öflum og það er bara verið að taka réttindi kvenna, ítrykkað í burtu, bara einn stutt frá okkur á Pólland og það er þetta bara ótrúlega hræðileg þróun í þessi stað. En ég trúi því að næstu 5 árin þetta verði þetta eilífa bras með þessa baráttu af því að þetta er þetta alltaf ótrúlega vinna af því að við erum ekki bara í sókninni, það er einmitt þessi vörn og við þurfum alltaf að vera að passa upp á það sem við höfum. Og ég hef bara trúið því að það er eitthvað jákvætt að fara að gerast. Ég held það. Já, það verður bjartsýn. Já.